eftirtaldir styrktu gerð þáttanna: Arnarlax, Vesturbyggð, Oddi HF, Vestri EHF, Norrland og akstur og köfun. Þá erum við komin á Patró. Nú erum við bara að bíða eftir honum skildi og ætlum að sækja steinbítinn í Bjóta sem við ætlum að elda í dag. En við ætlum nú að tjekka á stemmingunni. Það var að byrja dorgveiðikeppni og það er alltaf gaman að sjá hvort að þið sé að fá eitthvað krakkarnir. Tjekkum á þessu. Nær að vera bara svona á einhverju skemmtiferðaskipi og fá okkur eitt kaldan. Eða það ekki? Þarna? Nei, það var þari. Þarna, gæði svo vel. Það er bara að klappa fyrir þér og allt. Það er ekkert í þessum. Þarna er þetta. Ef við erum heppin, þá verður gat á þessu líka. Það er nefnilega oft þannig. Djöfull lítið þessi vel út, það er steinbítur. Feitur og flottur maður. Þarna. Sko, svo er lykilatriði. Það er að klikka ekki á smáatriði á honum. Þið sé ekki með smjör í vasanum maður. Djöfusins veistla verið þetta. Nóg af smjöri. Það er góð í honum. Það er bara eitthvað við stolinn harfisk. Það er bara svo mikið betri. Halló! Aflöður! Hvað er þetta? Ég er hérna. Lesaður. Það er bara alltaf að vera tilbúið fyrir stöngina. Djöfusins veistla maður. Það er nú orðið langt síðan maður hefur gert þetta maður. Þú ert nú svona þokkalega vanur, finnst þér það? Þetta var... Ég harfi skot á starfsmaðurinn sjá hún ekki til mig núna. Það er ekki nýtingavelurinn? Ég fæ ekki nýtingavelurinn núna en þetta er það sem var nú eitt mikilvægast að kunna þegar maður var að byrja hér í húsinu að flagga steinbít. Já. Það er mókveiðan núna, ekki? Það er mókveiði búið að vera, alveg mókveiði. Þetta er náttúrulega svona sérvestist svolítið. Já, þetta er algjör vestíðafiskur. Já. Hann er bara svona frá mars-apríl fram í júní. Já. Oddi var náttúrulega stærsti steinbítsframleiðandi á landinu í mörg ár, sko. Já. Þannig að maður kann sirka fyrir sig í steinbít þó að maður sé orðinn helviti svona frekar slappur í flögunni. Það er svolítið síðan. Það var líka vel við hæðið að bjóða upp á steinbít á sjómannadegi. Já, það er nefnilega akkurat það sem að, já, vel við hæðið á þessum tíma og þetta er svona dálítið, þetta er svona okkar fyrstugund, sko. Já, þið erum heldur betur
duglegir í að hjálpa sjómannadagsráði að viðhalda sjómannadeginum hérna? Já, það hjálpast náttúrulega allir að. Þetta er náttúrulega alveg frábær hátíð sem er búið að skapa hér og þessu umgjörð sem er búið að skapa hér í mörg ár. Já, þetta er til háborinnar fyrirmyndar sem maður segir. Já, sko hér var engin, sko ábyggilega fyrir í svona 20 ár, þá var engin fermingarveisla haldið hér á Patreksfirði. Öllum heldur að vera með djúpstætta steinbít. Já. Það var oftar en ekki sem að krakkarnir báðu meira á svona kjúkling. Já. En það var það var svolítið gaman að því sko, en svo segi ég nú sjálfur, ég hálfpartum borðaði yfir með þessu, en maður byrjar náttúrulega að fá eins og þú, bara fengið þetta í brúnni sósu. Alltaf í brúnni. Lauk og í brúnni sósu. Ég var þetta að hugsa daginn, það er bara svolítið langt síðan að ég eldað, sko, ég þarf eiginlega að gera það. Ég held ég hef ekki bara síðan að mamma hætti því, þá bara hef ég ekki eldað henni í brúnni sósu, sko. Sko það er náttúrulega besti fiskur til að steikja, grilla. Því að það er alveg sama þó hendir þessi vegginn og missur í gólfið sem ég veit að gerist út með þér. Þá er ennþá fiskurinn mjög svona form og flottur, sko. Þannig að ég vona bara að þetta sé bara komið nokkuð gott, sko. Ég held ég verið topp alveg. Nú ætlum ég bara að fara að marinera. Eða ekki? Byrjum við því. Ég þakka bara að kella þér hér í allan dag. Nei. Ég er búinn að vera þetta síðan kl. 7 morgun að flaka. Þetta heitir að fjárta sig fyrir málstæðin. Verður ekki bara góður. Þetta er bara geggjað, ég þakka bara fyrir. Jæja, bingo. Það mætti alltaf. Herru, setjum hann bara hérna hér. Bónd þarf að fara eitthvað aðra leið þessi. Já. Nei! Ég hef glemt að koma með hníf. Hvað? Bara lítinn, sko. Vantaði hníf? Já. Já. Heldur, það er svolítið klöfulegt, ekki? Herðu, nú ætlum við að henda í svona bara lauflétta marineríku. Ef ekki að segja bara svona utanbókar. Þetta er svona cirka about-ish svolítið í dag. Við ætlum að rífa niður engifer. Við ætlum að hafa olíu. Við ætlum að hafa sesamolíu og soja og svo chili, safól og legg. Og svo endum við með, erum með sítrónubörk og sítrónusafa líka. Þetta á, samkvæmt minni starffræði, bara vera nokkuð gott, held ég. Ég er hins vegar að spá í að fara úr peysinu og bara í þessa suddu. Sesami er alltaf gott. Þetta. Hellum við í þetta smá soja. Ef maður myndi alltaf marinera þetta yfir nótt, þá myndi maður enda bara á sítrónunni 2 tímum fyrir gegn. Þannig að svo að hérna, þetta er svo eðlilegt. Það er eitthvað samanslýsi. En já, svo sýran hérna byrja ekki að elda fiskinn, en nú er svo stutt í gigg, þannig að við látum þetta bara vaða svona. Þetta
ilmar alveg geggjað. Nú bara hendum við lokinn á þetta og rífum þetta svo bara af þegar við erum komin á stað. Já, svona rétt fyrir brottur, þá byrjum við að steikja. Byrja fjörið. Bingo. Þarna er fullt af fólki maður. Æ. Er ekki til súpa? Jú, vorum að fylla á. Já, geggjað. Kíkjum við á þetta. Erum við svarthúsegg líka? Já, hvað er bjarg? Men, þarf ég að fara að borða það líka? Já. Ég ætti að æla þig, sko. Ég er svo klífigjarn, sko. Við erum komin í götusúpunni hérna upp í Sigtúni og það er sko víst ómissandi partur að ég fái hérna eitt svarthúsegg. Já. Af hverju erum við svarthúsegg hérna? Það er náttúrulega farið í björgi reglulega og sótt svarthúsegg. Já. Og allir þeir sem fara í fyrsta skipti í björgið, þeir fá svona manndómsvígslu. Þeir verða að borða hrátt svarthúsegg og gleypa það í heilu lagi. Ok. Og það ætlar þú að gera núna. Þakka þér fyrir, Smári. Já, þú höfðu ekki heima að sækja. Já. Já. Maður verður rosalega græður á þessu. Hvernig gera hann? Sæl. Já, sko. Skál fyrir lífinu. Það fór niður, þetta var bara lítið sem... Já, þetta fór áskondar ekkert upp úr. Stóðstu vel. Takk að þið fyrir. Já, hæ. Hæ! Það er Kleinurvíkurinn. Já, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Til hamingju með daginn. Sömuleiðis. Það er aldrei flott hjá okkur í ár. Já, Eins og alltaf. þetta er alveg geggjað. Ert þú með einhverja hefðir? Hvað gerir Nei, sjónum þig? af því ég er ekki fædd uppalinn. Nei. Þannig að ég kem inn í þetta svolítið seinna á ævinni. En ég átti svona, eða ég og vinkonahópurinn minn átti svona hefðir í gamla dag að koma hérna í stelpuferðir Já. og koma á sveitaball. Það verður einhver smá gleði því. Já, og svona kannski sögur sem að maður kannski vill ekki rifja upp, en hérna. Nei, en eru skemmtilegar eitthvað síður. Já, þannig að það var svona, já, það var kannski svona mín hefð, en hún er nú aðeins svona dalað með árunum. Já, þannig að þú svo, já. Það er svona róast. Já, sá hluti. Já, sá hluti. Já, hérna, já, manstu þetta fyrsta sumarlandin? Varstu krakki eða varstu núlíkur eða? Ég var krakki reyndar, ég kom inn í heimsókn og hérna fekk að fara í hátíðarsiglinguna. Já. Það var alveg geggja að fá sko gos og nammi og vera að drepast úr kulda hérna út á firðinum. Nákvæmlega. Það var alveg, þannig að það er svona fyrsta minningi mín af sjómannadeginum á Patreksfirði. Já, ég man eftir þessu heima. Þetta var sko að fara í siglingu og Prins Polo og kók. Geggjað. Það var alveg toppurinn sko, toppurinn. Maður lét sér líka hafa þó maður væri að drepast úr kulda sko. Já. Lét það ekki stoppa sig Já, sko. ég far í kottaslag og eitthvað og hérna sjávarhiti 4 gráður. Einmitt. Þannig að þetta er bara svona, maður tengir við þetta sér svona gleðidagur. Og grilla í kvöld og á það kosið eða? Já, og bara við ætlum að skella okkur í hátíðarsiglingu og svo er pallaball sem að ég held að minn 4 ára sonur sé ákaflega spenntur fyrir að fara að tjúta. Já, þú ætti að fara bæði og barna á fullorðins. Já.
notaði besta. Pallinn alltaf klikkar aldrei, sko. Nei. Nei, þetta er virkilega vel. Það er svona, þetta er ekki fjölbreytt, skemmtilegt dagskrá. Já. Þeir eiga svona heiður skilið, sjómandagskrá, þeir mega það. Virkilega og bara að halda þetta út. Já. Þetta er mikið vinna og þeir eru bara að staðið sér frábærlega í Já, flott að þetta. halda þessu gangandi. Flott og fyrirtækin og bakvið þetta og sveitarfélagið og allir. Þetta er svona, og svona, það er rosa gaman einhvern veginn að horfa yfir þetta og bara drekka í sig, sko, orkuna, sko. Ég pimpast allir upp. Já. Má ég nú alltaf við. Annansa. Það er nú bara gott, eða ekki? Jú. En ef ekki bara okkur Kleinuvík? Jú, endilega. Ég er bara óskar rættilega mikið daginn og bara heiður áfram frábæra helgi. Já, takk sömuleiðis. Skemmtu þau vel. Já, fokkið. Þú ætlum bara að gera svona partígrjón. Guðmund, lístu ekki alveg það? Ég veist alveg fáránlega vel það. Kynnum við til leiks sérlegan aðstoðarmann hérna. Guðmund Jón, beint úr Reykjavík. Beint úr Reykjavík, sérfræðingur að sunnan. Rándýr. Rándýr, góðu vinnu minn. Við ætlum bara að búa til eitthvað svona, eins og Helgi Björns myndi segja, sexy grjónarétt sem er bara svona on the side með steinbítum. Við vorum aðeins búin að preppa þetta. Setja þetta svona einhverjar baunir og eitthvað næs. Það er ekki víst að þetta klikki, við ætlum að brasa eitthvað hérna fyrir þig. Já, til hamingju með nýja skipið. Já, takk að þér. Og hvað, þetta er nú svona smá breyting frá gamla, eða ekki? Já, þetta er svona talsverð breyting. Já. Einna helst er að hann dregur 2 troll, þessi. Já, í einu. Já, einu. Spara olíuna, ekki veitir af. Já, það er þannig, það munar. Já, munar 40%. 40%? Já. Sæl. Það er svona uppgötaregla. Það er svona þeim. Hvernig hefur gengið að koma öll á stað og bóðið þetta Það er bara framar vonum. Já. Það er hérna, við fengum skipið til landsins fyrir mars, fyrir ekki. Og við vorum komin að veiða rúmum mánuði seinna. Já, það er geggjað. Já. Hvað hefur við vonað mörgum í mat í dag? Heyrðu, ég veit það ekki, en við einn, Það var stóri, hann étur svo mikið. En hérna, þetta hefur nú yfirleitt verið svona 200 manns. 200-250 manns. Það er regla. Það En áttu nóg að borða. Já, það er svona, þú veist, það er vegan. Það er vegan. Enga gæs og Nei, en það er, við vorum alltaf sammála það að það er við hæfi hérna á, þú veist, á Vestfjörðum að elda steinbít. Já. Þetta hefur verið svona okkar fiskur svolítið. Þetta er Vestfirðingur. Þetta er Vestfirðingur. Já, sannu Vestfirðingur, steinbítur. Já, ég er sammála því, þannig að við ætlum að grilla steinbít. Veiðist mest hérna út fyrir Vestfjörðum. Já. En það er einhver. Viltu ekki bara að setja í gangi eitthvað og koma okkur á stað? Ég var ekki góðan tíma. Ert þú klár? Á réttum tíma. Já, ef þú hættir að tefja mig, maður. Já, það fer ekki ná undir okkur. Nei, það er rétt. Og ekki án koks. Nei. Takk fyrir. Takk svo vel, maður. Þá erum við að vera race ready. Fólki er að fara að detta upp á orð. Þeir eru að vona á, svona, kringum 200 manns í sitt túrinn. Ég er að preppa hérna grjón sem við tökum svo til hliðar og steikjum svona bara jafnóðum með fiskjum. Og sjálfsögðu, eins og við höfum talað hérna áður í dag, að það var með steinbít, Vestfirðinginn, sem við marineruðum á hann og er á að vera bara súper klár. Nú ætlum við bara að moka þessi hérna upp í. Við erum búin að blanda þessu, svo bara byrjum við að grilla og hafa gaman. Er það ekki? Bingo, maður.
Verður góðlegur. Fuglinn frjáls og skemmtir mér. Sverri, það klappar svolítið mikið fyrir Gísla, sko. Þetta bara helviti gott hjá hann. Þessi.